Dr. Fútból heilsar á föstu degi í banastuði því að það gengur allt upp þessa dagana. Öll úrslit fara nákvæmlega eins og ég heldur fari. Já. Það er ótrúlega, þetta er svo auðvelt. Jú. Ég er búin að átta mig á hvað Epic dæmi er easy. Já. Það má kannski ekki tala mikið það, en þetta er ofauðvelt. Þetta er að vera asnalega auðvelt. Já. Bara, þetta er ótrúlega skrítið. Ég var upp í Egilshöllin í gær og fagnaði þar með fullt af fólki í hjá-quizinu. Já. Þú veitir Egilshöllin geggjuð maður. Já. Nú getur þú farið inn á sinna.is og bóka allt Egilshöllin tíma fyrir, þú veist. Egilshöllin eru með ísokki, innanúrsfótbolta, gervigrasvöll, bíó, keiluhöll, pílu, hjöfquiz. Ég sendi strákan í bíó daginn, vinnans loga, fóru bara í bíó. Ég fór niður, horfði leik. Já. Þetta er snill. Þetta er snilt. Það er fátt eins gott eins og Egilshöllin, þetta er stolt Grafvogsbúa til hamingju með þetta, fólki í Grafvogi og þið sem vilja fá að vera með í stemningunni, farið inn á sinna og kíkja á Egilshöllina góðu. Drengir, bori mikið í gangi á ykkur, Gunni, það er svo sem þekkt að þú lætur Túborg alveg vera, nema sér 0,0. Já. 1-0 á mig segir þú stundum. Já, ég segi stundum 1-0 á mig. Já. Og það er þetta skemmtilegt Já. að það sé allan eitt svona. Það er maður svona með í stemmingunni. Já, við drink responsibly. Já, Nota með af ábyrgð og minna auðvitað á það að smáríkið sem selur að sjálfsögðu Túborg Classic sem er drykkur allra fótbolta og bjór og gólfahúamanna. Hann fæst líka á Akureyri því að smáríkið er komið á Hólabrautina á Akureyri. Má ég koma með hugmynd? Já. Annað í lagi. Væri hægt að borga kannski aðeins herra gjald fyrir heimsendinguna? Já. Gegn því að Big Sexy kom með það heim. Já, það er bóttið tækt. Það reynda að vera sniðut að geta hakaði það. Já. Það var sniðut að geta hakaði það. 10.500 aukalega og þá kemur Big Sexy. Já, þú ert búin að kíkta aðeins á Dominos í gær. Það er komið þar sumartilboðið góða hjá Dominos. Var gleðilegt sumar, segjum við bara. Stór pizza, matseli eða pönnupizza meðlæti og tekilegt gósa Hvaða meðlæti tókstu? 190. Hvaða meðlæti tókstu? Ég tók súkkulaði gott. Það var súkkulaði gott. Ég sem sagt þetta átak með 45-47 ég er núna aðeins bara dirty bölka núna. Ok. Og svo fer ég í extreme cutið og að vera að styttast fólk mun væntanlega ekki þekkja mig þegar ég kem úr sumarfrí. Nei. Að ég er að fara ég ætla að láta mig hverfa í smá tíma og ég vil koma tilbaka óþekkjanlega. Það verður þannig kött. Nú, nýtt test peptide. Já, test peptide komið í fitnessport. Já, allir að tala um peptides. Hvað gerir Svavar í fitnessport? Verður að selja þetta over the counter. Peptides. Já. Og testabústurinn frá Muscle Tech mættur inniheldur testpeptíð, testfaktor. Er ég á villigötum? Sko, þið eru pottet ekki að peptíð ykkur. Hérna, sko... Ákveðt segja það. Ákveðt segja ég peptíð mig ekki. Ég sé ykkur bara ekki fyrir mér. Ég held að þetta væri allt saman í búlis. Þið kannski hjálpa mér. Er þetta ekki allt í sprautuformi? Þetta er peptides. Sjáðu þetta er í töfluformi. Ert þú að... Peptides. Ert þú eitthvað? Ég er að fara að byrja. Já, ok. Peptides. Ég er alltaf tilbúin að byrja. Ég er alltaf tilbúin að svara kallinu. Annar ávinningur af testfaktor í fitnessport er aukin kynkvöld. Já. Það er síðan sem ég þarf. Já. Þetta verður svona þáttur. Þetta verður svona þáttur. Við erum að fara að hleypa þjóðmálum að þannig. Við erum að flýta okkur. En, já, Tjekkland byrjaði skoðun 50% afsláttur og segir Dr. Fútból sendi check. Liggja hérna á húninum. Það er maður sem er ennþá með græna límið. Ég nenni ekki segja hver það er. Ekki segja mér þetta. Það getur ekki verið hans ég ennþá með græna límið. Albert, er þetta grín? Æ, sorry. Köllum hann bara Albert. Við veitum ekki alveg hverju þetta er. Við veitum ekki hverju þetta er. Á, enga tíðan panturinn mæti bara í Tjekkland bifreiðaskoðun. Þetta er líka pottet bara eitthvað svona mínimalist hjá hann sem maður þarf að græja. Þetta eru bremsklósar. Já, er þetta klósarnir? Já, og ég hef bara enga tíma. Nei. Það er bara ekki þannig. Já. Alltaf að biðja mig eitthvað. Það er alltaf ekkert skemmtilega en að skipta bremsuklósana. Það er ekkert mál. Bara smá vinna. Þetta er bara smá vinna. Já. Komast upp á góða lyftu. En ertu þá með pall heima hefur það? Nei, ég er með grifju og systur minni. Maður fer bara í hana. Herði, förum í spurninguna með tölvutek aldrei mig vek.
eða Eimig veg. Gleðilegt nýtt græju vor og tveir. Takk fyrir það. Sumar kannski? Já, sumar, ég kallar þetta vor af því að litirnir mín ekki komnir. Nei, Sumar litirnir. sammála því. Herrið, spurningin, hún svo sem ekkit af erfiðari kantinum. Nei. Þið með eitthvað auka, svona óskaspurningu? Já, bara það væri gaman að fá eitthvað svona 90s, 2000. Já. Aðeins að testa líka, því að ég veit að margir sem hlustaður og þeim aldrei. Sko, ég ætla að fara hingað. Ok. Sko, hvað eru margir leikir á HM í sumar? Býtu nú við. Hvað eru margir leikir á HM í sumar? Það er bara sá sem er næst í. Já, tölvuteikar sjálfsögðu með þetta allt saman, Copilot, Met-sjónvarpin, ég þarf að prófa þau tölvuteik, setja það upp heima hjá mér og leyfi mér að njóta. 108. Nei, Ránt. 117. Ránt. 45. og 47. fórsti Bandaríkjanna sagði it's gonna be like 104 Super Bowls. Wow, Það það stórt. Gaman líka fyrir ykkur að fá framlega 104 leiki á einu mánuði fyrir ykkur á RÚV. Það verður challenge. Það verður skemmtilegt. Já. Og mikið að leikjum klokkan 4 á nóttunni. Já. Þá verða vampírurnar, þá eru þeir sem að greina þá leiki. Sjálfsög. Ég fæ Albert Ingarsson í alla þá leiki. Hvað segir, hvernig var þessi leikur í nótt? Heidi Swiss. Já. Og það fengist með honum í nótt fyrir mig. Og við kíkjum á þetta. Þetta verður stórt. Þetta verður risa. 4, 8 og 1 er samt mjög algengur tími. Við séum, ég skemmtilega set up it's gonna be like 104 Super Bowls. Nú er einn stór official hjá hann var að reyna að henda Íran út og koma Ítalíu inn. Gera okkur öllum greiða. Ítalíu að segja, nei takk. Já, það er nú bara svo að það eftir að koma make them an offer they cannot refuse, baby. Mér finnst þetta svo góð hugmynd þegar að heimsmeistarar fái bara frípassa inn. Auðvitað. Í einhver ár, ég er sammála því samt eins og þú sagði minni, í einhver ár. Já. Þá líka losnum við öll þau lið, þá losnum við öll þau lið úr auðspili og undankeppnum og svona. Það er ég. Já, við slum fara að powerranka með NetGyro. Þessi gæ. Já, hann er meiri gæ en þessi NetGyro byrður ekki neinar persónulegar upplýsingar viðkvæmar. Þessi NetGyro. Hvað ætlar að powerranka fyrir mig? Herðu, ég ætla að powerranka, það eru go-to combo. Ég ætla ekki að segja meira, en þið komið síðan með ykkar go-to combo þegar þið heyri hvað ég er að segja. Áttu ykkur á þessu. Þetta er mitt go-to combo. Og ég byrja á kombói sem ég var mikið í 93-99 í byggingavinnu. Já. Rósbísamloka og heitt kaffi. Það er ekki segja það er algjörlega geðvegt. Það er geðvegt. Það var varafyrirlið Gróttu þess að geta rósbísamloka. Fyrir mikið aftur í tíman að seima. Svo er annað, ég kom heim oft eftir skóla og þá fekk ég mér Ritz keks og kókomjólk. Það er geðvegt. Nei, það er algjörlega geðvegt. Það er algjörlega rugglaður sko. Ég held að sé margir núti sem er að tengja þetta. Nei. Ég get ekki verið með þess og þennan svip. Síðan var ég seinni tíð, þá var ég búin að fara svolítið og þurfti að keyra sig í gang, maður fara að skemmta eitthvað. Þá fór ég Red Bull og Snickers. Já, ég svo sem Ég get alveg tengt við það. Já, ég er ekki tengt við það því að ég var í Egils orkunni í 10 ár. Og gjör svo vel. Svo er það svo er annað sem að í 4. og þá komið þið síðan með 5. ykkar svona go-to combo. Og 4. setið er held ég besta combo ever. Það er Pepsi Max, svona léttleiki og þungur súkkulaðisnúður. Þá ertu alveg með the perfect viktina. Já, ég vil samt hafa sigurbáða minn. Ég vil bara original Nei, Pepsi. ég get það ekki. Ég get ekki verið með sigurbáða minn. Þú gerir jafnvægi. Ég verði jafnvægi. Geta ekki. Þar setur aðdreifur á línuna sko. Hvað er þitt? Þú vorum svona að fara heim eftir skóla, það náður í eitthvað. Sko, mitt var náttúrulega Orka og Romy. Og Romy? Var í mörg ár, já. Ég var Romy-kall. Já. Keypti ég yfirleitt 2 af því að það var ekki stærstu. Jú, svo lítil. Rándýrt. En jú. Já. Gunni ásennlega sko, jú, snúðu með hörðu og bara sigurskilt kókumjólk. Já. Svolítið kommersial. Já, sko, trúðu mér, sko, kaffi og róstbíf. Það er geðvigt. Þú vilt fá náttúrulega sýruna, þú vilt fá kolsýruna á móti róstbífinu. Sko. Það er ángríns. Hvað er nummer 1? Þetta var það.
Ég baði 5 atriði frá sem manni. Þið komum með 5. Það var Þetta er nýtt. Þið hlustið ekkert sko. Okay. Þetta er nýtt sko. Brauð með banana og sigra Pepsi. Já, með osti, banan og ostur. Banan og ostur. Nei, bara banani. Já, ok. Ekkert eitthvað spennandi. Nei. En það er ekki allt spennandi í þessu lífi. Það sem er spennandi er eins og það er besta deildin. Happy Hydrate með Dr. Fútból þegar við fjöldum bestu deildina. Ert þú að taka kreatín? Þú átt að taka kreatín. Eða út með úling, taka kreatín. Gamlingjar, taka kreatín. Já. Happy Hydrate, sérum þetta allt saman. Víkingar, þeir sjá flest og í gær afgreiddu þeir Stjörnuna 3-2. Gunni, hvað eru þið sérfræðingar að taka út úr þessum leik? Bara 2 hrikalega skemmtilega lið. Mjög skemmtilega leikur og mikið af svona, eins og var svo sem farið vel yfir í stúkunni í gær, mikið af svona áhugaverðum svona fæslum, sérstaklega Stjörnumegin kannski í varnarleik þar sem þeir voru bara mjög aggressíft maður og mann. Þú ert farin að færa bolta með Gunnar Birgis inn í Dr. Fútból. Já, ég er svo alveg Já. En ég meina Já. Þetta er svo faglegt sko. Takk fyrir það. En sko, mér fannst samt Víkingur kannski heilt yfir sterkari aðilinn. Fyrir mér á þetta fyrsta mark aldrei að koma. Ingvar Jónsson á bara að verja það. Já. Þegar Örvar Eggertsson skora fram hjá honum úr bara einhverju þrengsta skotvinkli sem ég hef séð. En Elías Már Ómarsson, það var mikið talað hann á undirbúningstímabilinu. Hann er aldeilis að skila sínu fyrir Víking og bara svekkjandi fyrir Stjörnuna að slökkva á sér í svona momentum eins og til dæmis eftir þetta innkast þegar Karl Friðleifur kastar á hann og þetta er allt og einfalt. Já, þetta er mjög einfalt. Þetta er allt og einfalt. Þannig að ég veit það ekki, ég meina jafntefli hefði kannski bara alveg verið sanngjarnt úrslit. En Óskar Borgþórs var ekki búinn að vera frábær í þessu leik en fyrirgjöfin frá Ármann Inga rosaleg er svakaleg og Nikolai náttúrulega gerir mjög vel í að taka þarna Túræ og Heiðar Ægisson og hann er með þá í ól eðlilega sogast menn að honum. En maður sá hann að Gylfi Sig þurfti að fara út af meiddur við svo sem höfum rætt hér eins og frækt var þau með sér meiðsli hans og hann náði að spila 2 leiki áður en hann meiddi síðan í þessum leik og þetta bjargaði þessum Breiðabliksleik og skoraði fyrir norðan en leikurinn í gær var bara aðeins of mikið. Það var hann Guðmundur þegar ekki sem að sparkaði hann síðan. Kannski triggar það eitthvað aðeins en hann hefur bótt verið að dreipast fyrir þetta. Já, hlýtur að vera það ekki. Sko fyrir mér er náttúrulega maður leiksins fyrir margar sækir af því að við erum hérna líka á léttunótunum að það er Ármann Ingi. Já. Að spila númer 69 það er bara unreal energy. Þú veist, númer hvað viltu vera? Þú veist, 69 það er verið svona, herri, Hjörvar, hætti þessum fíblalótum bara númer hvað viltu vera? Líka 21 sko. Ég er að segja það og fyrir svona 4 eða 5 ára síðan í miðju vókinu það hefur verið bannað. Það er bara verið eitthvað þetta er ekki fyndið, þetta er ekki sniðugt og þetta er niðurlegandi og eitthvað svona. Nei, hann er númer 69 og leggur upp vinnerinn á móti liðinu sem er búin að vinna báða leikina í og það er sko, ég get sagt eitthvað, það er bannað að spila númer 69 í NBA. Já. Er það þannig? Það sögðum það, búlistrákunum. Já, ég man þegar Fúsi línumaður, Fúsi 69 ákvað að vera númer 69 þá var allt vitlaust. Þetta er svo ekta tala sem þú veist. Ég hef alltaf tekið 69. Og leið, mikið. Þetta er eins og ég segi, það þarf ekki meira þetta til að gleðja okkur og mér finnst það bara svo trillt að þetta hafi gengið eftir og En mér finnst annað svona yfirbragð yfir varnarleik Víkinga þegar Oliver Ekroth er ekki þarna og þú veist, nú vorum við að tala um Gylfa og við vorum líka að tala um Oliver Ekroth. Ég meina það er náttúrulega ekkert launungamála, þú veist, það er hækkandi aldur og þá kannski fara svona meðsli að taka aðeins meiri toll en Víkingsliðið, þú veist, við höfum ekki talað um breidd og allt þetta en mér fannst ekki vera sama, hvað ég segja svona, mér fannst ekki vera eins aggressiv þarna aftast, til dæmis bara eins og þegar fyrsta markið kemur að sé enginn í raun og veru sem að stígur upp í fyrsta boltan heldur fallaðir í raun og veru frá þegar þeir battan svona niður og vinna seinni boltan inn á miðsvæðinu Stjörnum en að þetta hefur verið svona aðalsmerki Víkinga að keyra svolítið í bakið á senterum þegar boltin kemur langur fram og Mér finnst það alveg fínt, mér finnst Sveinn Þorkelsson flottur
Hann er mjög Vinni Brynborg líka, ég ánægði með hann Er hann? Já, eða síðastur í vissi Bíulegur gefa samning þar Alvöru gæi Alveg gæi, ég er mjög ánægður að sjá hann inn á gólfinu sinni Hann er frábær leikmaður Ég er ekki að Það er segja alltaf það tauga til hans, má segja það Þú vilt vera með markmann sem vinnur svona leiki. Stjörnunni var spáð öðru sæti og þegar að heimurinn sá boltan svífin í vinkilinn þá sagði Ingvar Jónsson access denied Vá, það og var klóraði hann úr vinklinn. Það var access denied. Það var geggjað Þú varst ekki hrifinn? Býtu, ha? Nei, ég meina, hvað minnur, boltinn er til dæla lengi á leiðinni eða þú veist Sást hann ekki inn í það? Nei, það gerði ég nú reyndar ekki Já. Vá, þú gerir okkur aðra gröfu til markvara heldur en Nei, alls ekki Fyrir mér var stóra mómentið þegar Orvar Eggertsson skora fram í honum sko. Það fannst mér vera Já, en þú veist bara á 93. mínútu það er þarna sem hún þarf markmann til að stíga upp og boltan að svífa það er erfiðast deflection því að oftast þetta farir eitthvað þú veist, þetta var bara leiðin í vinkil það fekk bara access denied Þetta var vel gert hjá honum, algjörlega Já, Ingvar Jónsson kláraði þennan leik og það eru þessir leikir sem markmenni þurfa að klára Jóhannes Bjarnason ekki í leikmannahópi Víkinga eftir að hafa farið norður og fengið 0 mínútur og verið ekki í hópi fyrsta leik þannig að það er annar áhugaverður hlutur hjá Víkingunum áhugavert á hinum varamannabekknum að það er Arnar Breki Björnsson hann er fættur árið 2011 14 ára gamall var á varamannabekk Stjörnunar í gær Hvað heitir það segir þú? Arnar Breki Björnsson og svo er annar náttúrulega Damil Danker Louis Arnar Breki, er hann svona Björns Mássonar? Ég Nei, ég þarf ekki að fara Ok, skiptir ekki en ég hef séð hann strákspila mjög blúðlegmaður og hérna og svo er, já, eins og segi Damil Danker Louis er ónotaði varamaður hjá Stjörnunni Víkingarnir Þeir eru síðan að láta Alfa Conte fara náttúrulega til Hann er farinn Já, hann er farinn Hann fór fyrir 2 dögum síðan og það er allt saman á hreinu Víkingarnir mæta næst Skagamönnum og það er svo sem kemur mjög á óvart en ég ætla ekki að segja neitt um það en ég myndi telja ólíklegt að Gylfi Sigurði með en við fullurum ekkert hér svo það sé alveg á hreinu Brent Bad Hvað segirðu? Brent Bad og eldurinn við þekkjum þetta öll Er það ekki? Þú líka Já, ég þekki það menna best Pældi hvað þetta var fyndið Við vorum tveir eitthvað að hlæja einhverju 69 Gunni Birgis tók þetta fór beint í eitthvað faglegt og bara fór að greina einhverja þú veist Þetta fara svona, já, fannst þetta ekki vera málið Ekki þættinum til framdráttar Gamlingjarnir að elska þetta Það stökk ekki svona brós sko. Eftir 69 er oft gott að fá sér fisk og þess vegna erum við besta bitan frá Samherja Þetta er rosalega Hvað kombo er betra en að sjóða 69 og fiskur Sjóða fisk, setja hann á sushið Það er einfalt að búið til sushi Það er svo mikið framleiðin í þessu Já bara, Ég gerir þetta alltaf með höndunum Leggi hún á Ég verð ekkert að koma í sushi Ég Ég gæla gaman að sushi til Hjörvars vinn þetta allt með höndum okay. Allt sushi vinn með höndum og nota líka þorsk, tæta niður eða hvernig sem það er allt saman frá Samherja Við köllum þetta einfallega besta bitan Ertu að setja hráan þorsk í sushi? Nei, síðan Ertu að setja soðin þorsk í sushi? Já Ég sé að segja, ég verð að fá að koma í sushi Ég er að sjá þetta sko. Þetta er rosalega Margir sem að vinna með soðuna í þessu Ég er með soðun þorsk Já Sitt sýniskverju Sitt sýniskverju með smjöri Við þurfum að græja þetta matabóð Svo setjum við smá smjör ofan á og svo sushi tilbúið Ísland sushi einhvern veginn Eyjamenn voru afgreitir eins og hvert annað sushi í gær þegar að káringarnir gjössanlega jörduðu á 6-2 Já, það fá allir 2 mörk á móti KR Það er bara Forgjöfum sem þið gefa Forgjöfum sem þið gefa fá allir 2 mörk Þetta er unreal sem er ótrúlega næs sko. Þetta er all lið sem að muna ekkert oft í sumar skora meira en 2 mörk Nákvæmlega Þannig að KR segir, jú, komið Takkiði 2 stykki svo við bara förum með þetta var ótrúlega þetta var skemmtilegt að horfa á káringana þeir voru svo léttir og flottir og svo góð slút þetta var góð mörk sko Arnór Ingvi fær þetta skráð á sig getur við ég leðið að segja þetta frænda ég held að þetta hafi verið sjálfsmark eins og hann sé að biðja hendi rétt á þennan bolti fyrir inn sáðu þetta
Þannig hann liftir svona hendin upp, gerur svona og svo fyrir boltinn inn, þá fagnar hann. En það er engilega að sjá það. Nei, það skiptir svo mikið öllum ég ætla máli. ekki að taka marka Mögulega Speedio-vélin er mögulega hinum einn. Það verður gaman að sjá þetta úr þeim vinkli. Það er hrikalega gaman að sjá það. Hrikalega gaman. Nei, ég meina Káringarnir voru náttúrulega bara þannig að, þú veist, þeir voru bara ofan í Eyjamenn fengu ekki hálfa sekundu á boltan, allan fyrirháleikinn sérstaklega og sko, það er mikið verið að tala um varnarleik, þú veist, og þá er alltaf bent á varnarlínuna og Edeland og Sigurður í öftustu tveimur fá þá einhvern hita og eitthvað svona. Ég seti þetta á miðjuna miklu frekar. Tomic, Valor, Pisco. Þessi Pisco hefur ekki heillað mig. Þú gerir þetta eins og við gerum það vill svo til að það séu 3 útlendingar inn á miðsvæðinu hjá IBVF. Þeir höfðu ekki nokkurn einasta áhuga á því að verjast og verja vörnina sína. Þannig að þeir voru svona oft freka værukerrar þegar þeir fengu boltan og allt og auðvelt fyrir KR að sko tæta sig í gegnum miðjuna og þá fengu þeir svona 40 metra lausa inn á vellinum bara til þess að ráðast á vörnina. Og það er kannski ekki ideal staða sem þú vilt að KR-ingarnir sé að koma þarna með allan sinn sóknarþunga og bara, þetta var ég hef bara aldrei séð jafn mikið mun á liðum í sömu deild í meistaraflokki, ever, og þá er ég að tala um bara óháð deild og bara you name it. Ég hugsa að það lítur að vera ógeðslega gaman að spila í KR, það lítur að vera ríkalega gaman að vera að. Já. En svo hugsa maður með Eið, hann er með 1 mark af 14, en hann var ekki lélugur, ég er ekki að segja það, en það er samt svona strækirinn hana spilar svo miklu minna hlutverk heldur en einhvern veginn, því að miðverðinu bara komnir alveg upp, sko. Þetta er ótrúlegt lið. Já, gamli maðurinn er hrifinn af þessu. Já, ég er hrifinn. Og nú séð þetta. Ég hef ekki séð svona oft. Þú fyrsta Íslandsmótið sem þú fylgdist með, þá voru áblæð Kári ekki eins og í efstu deild, sko, þannig að 78, hvað það var. Ég verð að segja, þetta er alveg. En ég svona, þú veist, á sama tíma og þetta er frábært hjá KR að þá svona, þú veist, það þarf ekkert mikið út af að bregða. Ég meina, Keflavíkurleikurinn, þeir sleppa einhvern veginn á línni þar í gegn og svo er þetta Þór og IBVF. Þú veist, við skulum kannski gefa þessu aðeins lengri tíma. Þú veist, maður var í einhverjum eitruðum chatgrúpum í gær þar sem maður var verið að spáða Íslandsmeistaratitlunum og eitthvað svona. Ég meina, þú veist, við eigum eftir að sjá þá kannski á móti aðeins öflugri sendirum. Sendirarnir sem þeir hafa mætt núna með fullir vinningu eru, þú veist, Bjarki og Viggo og í þessum leik og Arnar. Það er að tala með sér svo erfitt að skora mörk í fótbolta. Það er ekki rosalega erfitt fyrir KR. Nei. Þeir dúndrinn mörkunum. En það er heldur ekki erfitt að skora þá. Nei, en þeir gera það líka mútið Vestra í lokalíki fyrra, þannig að þú veist, þeir eru svona, það er mikið momentum með þeim ákvörðat núna. Algjörlega. Hrafn Tómasson, leikmaður sem að Kili kallar einfallega Krumma. Já, Krummi. Já, hann þekkir alltaf sem leikmaður. Þekkir þessi leikmaður, sko. Já, eins og þegar menn tala um Hallgrím sem Haxa. Já. Haxi. Það var auðvitað, sko, hann Halldór í markinu, hann gaf mark. Það hefur svona verið, því miður hefur hann dálítið gefið mikið af mörkum á síðustu 2 tíðanbyrjum. Maður er samt heyrir að hann sé búið að gera margt vinna, skemmtilega vinnu með hann. Hann hafa meðal hans farið á improv námskeið. Nú? Já. Hvað er þetta? Já. Nei. Ok. Þetta er skemmtilegt. Mér skemmtilegt. Já. Svona hjálpa sér að kom út úr einhverju skil. Já. Þetta veist mikið ekki. Ég var nú beður að mæta þarna með improfóknum það var á sama tíma bara ég var í aðgerð þannig að ég komst ekki en ég vona að ég fá hann búið eitthvað setna. Sko, má ræða eiginliðið, er það í lagi? Já, það er leið mínu. Sko, ég átta mig ekki alveg á sko vegferðinni. Nei, vegferðinni er mitt. Ég tala um þetta recruitment aftur, nefni þennan Pisco sérstaklega. Svona skringilega sótt í þetta liði, sækja, þú veist, bara svona eiga royalty sonur Ian Jeffs og Sigriðar sem á að koma þarna fram og væntanlega hjálpa til við markaskoru, skora eitthvað 10-12 mörk í lengjudeildin og síðast tímabilið við Þróttarana. Hann lítur ekki náðgreinilega svona til að byrja með því að í staðin fyrir hann í fremstu vílunu kemur Filip Stúbarevits sem er 25-6 ára gamall serbi sem hefur ekki spilað fótbolta núna í rúmlega ár. Er greinilega stíð upp úr meiðslum því að hann er mjög langt frá því að vera í ásættilegu líkamlegu ástandi til þess að spila í efstu deild. Sko, svo kemur hann inn Milan Jestimirovic sömuleiðis
Halldór Jón Sigurður byrjar sömuleiðis á varamannabekknum, Eiður Rúnarsson byrjar á varamannabekknum. Þetta allt leikmenn sem voru sóttir fyrir tímabil. Voru þeir bara sóttir til þess að stækka leikmannahópin? Voru þeir bara sóttir af því bara í svona, þú veist... Sko, verðum við ekki að gefa samt einum César H, eins og ég kalla hann, César Harðarsson. Muni eftir rapparan César H. Við kallum hennar César H. César H. Og þetta touchdown og þetta slútt þarna í öðru marki IBF, það eitthvað sem við erum að taka til þessum strók. Hvað er gamall? Hvað er gamall, já. Hvað er César H gamall? Hann lítur En tvítur 20 ára gamall. Hann er líka tvítur, hann skoraði, hann Viggo. En ég held að Þór og Keflavík hafi hort á þessa umferð og hugsa sér gott í glóðurinnar. Það eru tvölið sem eru klárlega verri en þau í þessari deild eins og staðan akkurat núna. Sko, ef við væri núna myndum setja oss niður saman og myndum velja 100 bestu leikmenn í bestu deildarinnar. Hvað er upphafi? Nei, núna. Bara eins og staðan akkurat núna, við erum bara mikilvæg nummer 1 eða whatever. Myndum bara fara 1 upp í 100. Hvað verður margir eigamenn hana? Mögulega verður Sipatovski í markinu? Finnst þú það? Mér finnst hann skemmtilegur í markinu. Hann er skemmtilegur, já. Var minn maður Sigurður? Já, Sigurður væri mögulega þarna því að, þú veist, já, ef við rennum yfir hafsenda deildarinnar, já, Sigurður. En alltaf, þetta er ekki margir leikmenn top 100 í deildina. Nei, alls ekki. Þannig að... Það fyrir nú ekki að aska IBF eftir 3 árum. Alex Freyr Hilmarsson væri þar. Í dag? Já, ég hugsa það nú. Ég hugsa það nú. Á top 100. Jó, fjandinn hafið. Ok. En eins og ég segi, þú ert svo farleg, þannig að ég segi bara já. Það er bara ný regla hjá mér þegar boltinn með Gunnar Birgis þeir styttast í næsta þátt með boltanum með Gunnar Birgis, það verður á Rúv 2. Þeir halda ennþá gamla nafninu Bikarmörkin þegar að ég held að vera búið að semja með þeirri boltinn með Gunnar Birgis. Já, það var nú reyndar eitthvað, sko, ég held að það var nú eitthvað strandað hjá markastildri. Já, það var eitthvað held í markastildin eða Málfarsráðunauturinn eða eitthvað svona, það var eitthvað, þetta strandaði eitthvað staðar, veit ég. En Þetta er bara boltinn með Gunnar Birgis. Já, þetta er í burðarleik. Og þetta er svo skrítið og þátt sem er bara faglegur frá fyrstu myndi síðustu. Engi vitleysa, það er bara akkurat. Það er bara farið í málin. Ég er gaman að eins og þeir voru að mæla metrana frá marki hvað þeir voru með línuna. Þessi háa lína. Það er svona. Það er þessi hluti. Average línuhæð. Ég har aldrei séð þetta áður. Nei. Average sendingalengt. Já. Það er gaman að þessu. Það vantaði svona þátt í flóruna. Svona línubrjótandi sendingar það var hann 11 minna einslag þar sem maður var að sína þetta var spólum tilbaka, kíkjum að þess aftur á þetta. Eina sem ég ætla að horfa á Rúv 2 í sumar er boltinn með Gunnar Birgis og alltaf mæti einhverju fötum sem fá fólk til að tala. Í hverju er hann? Í hverju er maðurinn? Í þykkum frakka bara inn í Egilshöllin. Hann kann hann að búa til hérna ég veit, hann veit alveg hvað hann þetta er svo að gera. bíla þetta gæti virkað Já. Við slum kíkja á fleiri leiki Múrbúðin með Dr. Fútból því sem erum ónundan grasvöll. Það var allt til alls til að laga hann hjá Múrbúðinni því að Múrbúðin er ekki bara með múrin, þeir eru líka með gleðina, þjónustuna og frábært verð fyrir alla. Og vorverkin var gaman að kíkja á blómapotta, ég var nú bara að skoða í gær. Ég keypti ekkert, skoðaði bara. Maður er svolítið pikkið þegar kemur að pottunum. Ertu að umpotta? Helvítis, já, hún er það. Ekki að skemmtilega sem ég geri en það er eitt af þessum vorverkum sem einfallega þarf að gera eitt af þessum vorverkum sem þarf að gera á Hlíðarendar að skella F-fáingana og þeir gerðu það 3-0 í gær. Prinsinn á Hlíðarenda, Adam Ægir Pálsson, ef hann spilar þá skorar hann eða leggur upp. Þannig að það er ekki komað neinum óvart að hann hamraði fyrsta markinu. Og fagnaði þar 50 afmæli pabba síns Paulie, Mr. Real Estate. Ég var ánægð með þetta. Hvað fannst ykkur varnarleikin í því marki? Sjá faglegi fór bara beint í úr kameri yfir í Nei, ég er bara að tala hversu langt ætluðu þeir að bakka? Ætluðu þeir að bakka inn í marki eða, þú veist ég meina þú þarft ekkert mikið scouting report til þess að sjá að Adam Ægir Pálsson getur alveg slengt honum af 16 metrum, sko. Eins og ég segi, ég var bara ekki það faglegur, ég hef pælt í báðum hliðum á peningum, ég var bara að horfa á markið. Já, þetta var gott mark, frábært mark. Ég er bara svo krakkandi, ég horfi bara á mörkinu og bara Svo kemur bolti með Gunnar Birgis og hvað með
Svo margir punktar sem þú ert með sem að sem aðrir eru ekki fólki, með Já, nei, sammála því Heyrði, voru valsmenn svona góðir eða voru F-fangar ekki nógu góðir eða hvernig var þetta? F-fangar voru náttúrulega langt frá að vera nægilega góðir og þú veist, ég er sem sagt ég er samt, svo það sé sagt þá er ég hrifinn af því sem að FH er að gera eða það er að segja sem FH vill gera og þeir hafa náttúrulega talað um það mjög opinskátt og þetta gæti alveg verið sásökafullt tímabil og eitthvað sem að FH á ekki að venjast kannski að vera í bara eins og staðan núna stefnir náttúrulega bara í brútal fallbaráttu það þarf eitthvað mikið að gerast til þess að svo verði ekki þannig að skrítin pressa hjá þeim, mjög skrítin pressa og svona það er eitthvað dysfunctional í þessu liði af því að það sem er ótrúlegast við þetta náttúrulega er að þessi leikur hefði átt að fara miklu stærra fyrir Valsara því að Jökull vel 2-3 bara glæsilega og svo setja þeir boltan hann 2 yfir hann bara á fyrstu 5 mínútunum áður en að markið kemur, fyrsta markið frá Adam þannig að þetta hefði geta verið miklu verra fyrir FH en tökum ekkert af Val Hvernig veistu ykkur dagur hann frammi? Sá við hann átti hann eina helvíti skemmtilega sendingu hann í gegn Það er mjög mikið potential í tegi það er bara ekkert flóknar en það og veist, virkar Hvað er hann, er ekki 18-19 ára eða eitthvað? Tvítugur, Hann góður í hús Stór, já, hann Left. Flottur En Lukas Logi, ég bara fæ, hann er rosalega, sko Það er þinn maður Já, það er bara, ég er búin að tala um hann núna bara í 2 ár, sko Hann er geggjaður Þetta verið sísón hans Hann með stottara í gær Hann er rosalega Gárungarnir á Hlíðarenda segja hann var í góður í leikjum og æfingum þá væri hann gjössanlega óstöðan Já, það er einhver umræðan það að hann sé rosalega á æfingum en hvað, hann er búin að frápa núna viðstu 3 Það var hann ungur strákur Róbert Hugi Sævarsson Við vorum sem svo sem búin var þarna strákur fættu hvað 2010 2010, 16 ára við vorum búin að ræða hann fyrir þetta tímabil Munið þið eftir leikmannum af því hann heitir Róbert Hugi Sævarsson munið eftir Huga Sævarssoni leikmanni HK Ég man eftir Huga Sævarsson box to box miðjumaður svona Steven Gerrard típa var að verjast í öðru boxinu svo mættur í næsta box Hann var bara- einmitt Steven Gerrard skemmtileg típa, hann er ekki bara samtana ekki skýrður í höfuð á honum maður veit það ekki veit aldrei Ég veit náttúrulega aldrei Svona- En hann á strák náttúrulega í afturöldingu sem er einmitt þessi svona leikmaður ekki af góður og pappinn Nei, en það er líka stór spór að fylla þetta er ekki box to box miðjumaður eins og kallinn nú, já, F-fangarnir þetta, sko, ég hef engar áhyggjur af ekki, af því ég hef bara áhyggjur á öðrum hlutum í mínu lífi Já, það ok. er bara, ég ætla ekki að vera að segja að Ok, það var áhyggjur af Hvernig ætlar þú að orða það? hvernig ætla ég að orða þetta? Ég held að F-fangar verði bara betri eftir því sem líður á tíðanbilið já, og það er auðvitað mjög erfitt að byrja mót þar sem allir leikir útivelli og mér finnst þetta leiðilegt eins og þegar Ísland er að keppum í að komast á EM eða HM eitthvað að byrja alltaf útivelli út af aðstæðum og annað slíkt ég held að við þurfum bara að fara að kynkja þessu blessaða stolti og við þurfum bara að draga inn Vitta, Jón Rúnar, Gumma Ben alla þessa snillinga og bara, heyrðu, förum alltaf að gera græs og byrjum að njóta lífsins hættum að sér þvælu Ætlum við að taka Nei, við slum ekki vera í sumræð ég er að segja að við eigum bara að gera það veist, ég veit verður bara það fagli hjá þér að ég bara nennir ekki okkur núna Mér finnst þetta að vera vanvirðing við Íslands móti sjálft Mér finnst þetta að vera vanvirðing við áhorfendur Mér finnst þetta að vera vanvirðing við þá sem hafa investað í mótinu sjálfu Mér finnst þetta að vera vanvirðing við leikmennina í mótinu sjálfu af því að það eru margir sem eru náttúrulega ímyndaði bara skát sem að kemur hérna heim Nú bara mikið til dæmis talað um Ágúst Orra á leið erlendis Hvað heldur þú að skát sem að mætir á Keflavíkurvöll og ætlar að horfa á hann spila ekki það, hann spilaði ekki þann leik að sjá þarna þetta sem var boðið upp á í Keflavík Hvað var aðeins í Keflavík? Þetta er náttúrulega bara grasvöldu sem er mjög langt frá því að vera klár Hvað var að þessu? Boltinn skoppaði bara eitthvað og það voru drep í vellinum hingað og þangað og Já, nú sé ég gamla manni þarna fyrir aftan bara hristöðs ég ætla ekki að segja mikið þessi Ég ómönda meina, kynslu þegar hún byrjar ef það á að lengja tímabilið þá þarf líka að breyta þú veist, sínum hugum Já, það er bara þannig Það er ekkert þú veist, flóknara. við verðum bara allir að fara að gera græs og við Já, verðum bara að hætta 100%. og og svo er einhver svona hræðslu áráður í gangi núna að það er að banna þú veist, einhverja Evrópuleiki og eitthvað á gervigrasi eitthvað 2032 eða 28 heyrði ég eða eitthvað svoleiðis ég meina, sko þeir fá það aldrei í gegn það verður aldrei ég skal trúa þið þegar það gerist þá skal ég trúa þið ég meina við myndum ekki fá þessa rómantísku sögur sem að hafa verið í þessum Evrópukeppnum besta dæmi kannski bara Bót og Glimt
við myndum ekki fá þetta nema þeim yrði leyft að spila á aðstæðum sem að hendar þeirra veðurfari Alveg eins og bara færingarnir akkurat, og við Íslendingarnir og við Íslendingar með víkingana já, og, með víking, já, Breiðablik já, já, nei, og ég meina fleiri þegar lið. víkingur fóru í the postseason Já, en þeir spiluðu þann leik erlendis já, en þeir fóru í the postseason já, og hvað spiluðu þeir? Finnlandi Já, og hvað spiluðu þeir síðan fyrir það? Kópavogsvelli. Og gestir snýr Kópavogsbúar hugsaðu vel já, verðum að passa upp á þetta allt saman þetta er líka vanvirðing við rétthafan Það og er þetta er líka vanvirðing fyrir okkur sem sittum og heima og horfum á þetta gerum betur, ég reynda var ekkert ósattu í Keflinga, ég var mjög stoltur af Keflingum að skila þessum velli í apríl þetta er miklu betur en það sem ég spila á í maí 100% Á mínum og ferli. þetta er betra heldur en bara golfvellirnir úti og eitthvað svona ég er ekkert að taka lítilækka vallarstarfsmenn sem að lögðu líf og sáli að leikurinn er þið þarna manni finnst bara oft þið á höfuborgarsvæðinu þegar þið tali við fólk á söðunisum manni finnst að ekki ykkur til framdráttar en kannski þetta bara orðin einhver lenska þau meður það er voðalega algengt að fólk leifi sér að setja sig á móti söðunisum við leiðum svo umræða Já, saman með það já þetta er alltaf sama, maður getur ekki að varja þetta endalust bara vonandi að hætti bara í daginn Já, við vonum það saman Við kíkjum á aðra leiki Já, var gaman að sjá kvennalandslið heimsækja MAR á dögunum þar sem að Tómas Þórótsson tók á móti það fannst mér gaman Já, stelpunum okkar eða eins og hann sagði bara vinkonu sín hún þekkja þér í mörg ár Hún þekkja þér allar í mörg ár Það er staflótt Tilfinningaþrungin stund á staðnum þar sem hann Típiskur Tommi sko Já, hefði verið gaman samt ef að hann hefði farið sjálf bak við pönnurnar en hann var of upptekinn með að spjalla Ákveður fór hann ekki í kokkagalan og fór eitthvað end? Nei, áður hann að spjalla Það þarf að spjalla Hann er spjallari Hann er því miður spjallari og talandu spjallara þá voru það Þórsararnir sem að unnu fram 1-0 í gær með þessu frábæra marki Hauland Já, maður sá leið og hann fór af fætinum þá var þessi á leiðin inn já skemmtilegt flug á boltanum Já, það lítið sem var Viktor gætt gert Nei, þetta var bara meiri átt að Meiri mark átta skot. og svona mark sem átti skilið að vinna hann leik já og bara aðdragandinn að markinu líka sömuleiðis Heru, Aron Birkir í marki Þós þetta var besti leikur sem ég síðan að spila Það var bara frábær það eru tvær markur Þessi varsla þarna í heimsklassa Var það ekki hann þetta fór á Freddarinn Já, Fred, var það hann ekki las hann líka Svakaleg þannig að en þú veist það er nú ekki oft það veist þjálfar að koma oft í viðtal og segja skil ekki hvernig við unnum og skil ekki hvernig við skoruðum ekki og eitthvað svona en svona í fyrsta sinni í langa tíma þá tengjum maður alveg við að Rúnar skilur ekki hvernig þeir labbaði burtu af þessu velli með 0 stig en það var andi í þorpinu á nýjum velli glæsilegur völlur og Sungið og svona tralla allan vallastæðið tímann já og það var einhver með megafóna á þann tíman já Getur ekki raskat Já. Það var bara að spila Það var undir að þessu tjanta. maður. Vá. bara eins og það að tjanta en bara svona þú veist, Affi leit frábæl út þarna Grekoinn á miðjunni frábær Háglandin er að komast í gang þannig að Hvernig ber þetta fram? Hágland Háland sko, Áe. ef við segjum bara gamlega góðu 200 skallin myndur þú taka bet sko að þú fáið 200 skall ef Þór verður fyrir ofan Káa og ég fáið 100 ef að Káa verður fyrir ofan Þór Já tekur því, Bíddu. ef ég fæ að setja þetta þú veist, ef við tölum hérna núna saman já, ef að Þórs er að verða fyrir ofan Káa þá Þú læt ég ert að þið fá gamlega góðu 200 200 skallin skallin ef að Káa verður ofan Þór þá lætur þú mig bara hafa 100 skall já, ég til í það það er til í það Já. það er þá, Ég til í að því að ég er að gera þetta núna því að nú er staðan sko 6-1 skilur, Já. þannig að þetta er þetta ballsy frá mér Já. þetta er Já. ég fæ kannski strákan á Epic til að halda utan þetta fjá okkur Já. en þetta er sko það er 5 slæðmennur núna já, þetta er hvað er klára sko alveg í lokin af því að Káa breyti síðan í skrýmsl alltaf í lok Jú, ég veit það smóts en byrju, ok, þannig ég skilji þetta eins þetta er 27 leikir ég er að segja Káa fyrir ofan eða ekki nei, þú segir Þór fyrir nei Ha? Líkastu miskilið þetta? Þetta er ótrúlegt nei, byrju, ég skil ekki þú fær 200 skall Já. ef Þór verður fyrir ofan Káa já, og borga ég ef að Káa enda ef fyrir ofan Káa Þór fyrir ofan og endar fyrir Þór þá endar þú bara nei, 100 skall ég tek þessu aldrei okay.
En það samt dýllin sem búið í gangi en allan tíma sko. En býttu, skildi þú þetta svona? Já, algjörlega. Gúli, skildu þetta ekki þannig? Jú, þetta var eins einfalt. Ég setti þetta Ég hugsaði bara að þú verður að fá oddsa á það að... Nei, þú er það faglegur að þú hlustar ekki á neitt annað en sjálfa Ég næ ekki hvernig Hjálmar, miskilið hætt þú þessu. Nei, ég var algjörlega þar. Ég var bara, vá, ok. Þetta var Yes. fínu mislukkað hér en hvað er gott í þessu þóslið? Ég var að segja það, veist, Affi leit vel út í þessum leik sem að hefur verið svona spurningamerki hingað til Greco inn á miðjunni náttúrulega Einar Freyr er náttúrulega bara fann að stimpla sinn sem bara proper miðjumæður í þessari deild Atli Sigurjónsson skilur alltaf sínu Ísaka Tanga fannst mér frábær það er svo ótrúlega gaman að sjá svona tempo leikmenn hann gerir allt á 100% hraða ég væri til í að sjá sprintspeed hjá honum og ég væri til í að fá, það hljóta að vera til gögn yfir sprintspeed í deildinni mér finnst alltaf gaman að skoða þetta í Premier League ég verð að fá að sjá þetta Veistu hver er hérna hraðastur í Premier League? Er það ekki mikið vandi venn? Nei, það er hérna einhver bakvörður í Wolves Chuang TS og eitthvað Var það ekki mikið vandi venn? og svo Destiny Udogi nummer 2 núna Udogi nummer 2 okay. Ég var að skoða bara samt, Nei, þetta er vittust ég með þetta rétt ég með þetta Tjagua þetta er bara 100% okay. Geðugt Mér finnst það líka geggjaður hann 17 ára guttin í bakverunum Sverrir Páll Ingarsson Já, rosalur hann var ready hann er jákvæður í dag ég hef bara horfði á alla leikinni ég lá bara yfir þessu já. Herru Destiny Udogi í öðru sæti takk kærlega skila miklu gerum þetta upp með Kia og þessa þriðju umferð í boltan þá bara hver var bestur í þriðju umferðinni með Kia sumi velja ef af 6 aðri ef af 9 það er eins og það er bestur í Aron Birgir ég er sammálaði Aron Birgir ef ekki að leifa tilfélungum að ráða eða Elias Aron Birgir það var stórt það var mjög stórt fyrirliðin heimavelli Aron Sig var svona annar en þá er ég með þjálfurinn hver er það? Sölvi vantilega? Nei það er Óskar Hrafn það er Óskar Hrafn já hann hefur verið frábær en Sölvi náttúrulega 14-6 markatalu og 10 leikmenn mismunandi skorað en ég ætla samt að vara sko, menn við því sko, þetta er fljótt ofta að fara í viftuna hjá káningunum sko. Það að IBVF og Þór og Keflavík sé að komast í svona marga sjensa ef þeir hitta einhvern tímann ofta sóknarlega sem að getur alveg gæst þá er þetta rosa fallvalt hjá þeim sko. Ok Þú ert sem sagt að slá varnar Já, ég er að slá alveg nokkuð þéttan varnar ég ætla að fá allar nummer 2 þó Sölvi af því að hann kallar í leikmann nummer 69 þegar þar mark Já, það var frábælega gert Það er bara nákvæmlega saman ég hef gert alveg saman hver er í búninum, hann hlýtur bara að vera með eistunni að spila hann leik fyrst hann valdi þetta númer Nú, þá er það búðingurinn í þessari deild í þessari umferð, voruð með eitthvað Það má ekki velja úr sama leiknum með það Já, það má alveg velja Hverju sem er? Það að segja Pískó Við reynum að hafa erlenda leikmenn Taktu bara einhvern í liðinu skiptir engum máli Tökum bara einhvern í Vestmanni á liðinu Já Annars ætlaði ég að fara í annarkvort Tóbías Karlsson eða Greta Snæ Já, þetta var ekki nóg gott hjá að fá Það er engin spurning Fjórða umferð hefst á sunnudaginn Við ætlum að taka upp helgaruppgjör Dóttorfútból á laugardagskvöldið því að það er ekkert í gangi á sunnudaginn í fótbolta miðað við oft áður Þetta er vonlaus sunnudagur Laugardagurinn er rosalegur Það er nú samt að gleyma ímsu Það er nú Real Sociedad að spila við Rayo Vallecano og Chelsea er að mæta Leeds Við ræðum það á eftir Svo er náttúrulega undanúrslit í mestadeild kvenna Nína konur í Arsenal Það eru mættar þangað Við ætlum eins og vera að kíkja á veðmáladeildina Getum alveg skallað hana bara Epic-deildina Alveg hægt Veðmáladeildin að sjálfsögðu að hefjast Nú er að koma í ljós að maður sjá aðeins hérna Hér er skjalið, höfum þetta faglegt Lofnar skjalið fyrir minn mann Fyrir ekki þetta Ég ætla að hafa skjalið á hreinu Það er auðvitað smassið að pass með Dóttorfútból þegar við förum í þessa ágættu veðmáladeild. Sko,
Hákáingarnir svona veðbankar veist hafa litla trú á því sem í gangi þar Já, einhverja þó Já, Þetta litla verður trú. þéttu pakki í top 6 myndi ég halda Já. Mjög þéttu pakki En hvaða lið, ef þið segja, hvaða lið fyrir automátikli upp? Ég vil segja afturhalding Sko, þetta er aðstæðalt, Fylkir og afturhelding ég segi Fylkir, hann segir afturhelding Akkur en það- Fylkir rúllar yfir þessa deild það er bara þannig Akkur það astnalegt Það er bara út í, þú heldur með afturheldingu, ég held með Fylki maður hefði haldið að þetta væri svona aðeins kannski Fagleira fagleira, Já. eftir svona búið að Komið byggja upp frá honum, allan já. þáttinn á faglegheitum og svo ferður bara í afturheldingu Ég en bara- ég heldur séum allir saman að það Fylkir er bara, það er bara ég get ángrín séð bara 25. ágúst, það eru konur upp Já, bara eitthvað svoleiðis sko, september ég get alveg trúa Já, ég er ekki hef alveg grínast. trú á þessu Já. Svakalega Bilaður En byrju, heldur þú Bilaður. afturlík sem er betra lið en lengjumeistarar Já. Já, Fylkis já, það held ég Heldurðu að- Jókim Holtan En þú ert með eitt stykki Heimi Guðjónsson á bekknum hjá Þú ert Fylki með eitt stykki Birgir Már Sævarsson í afturhalding Já, en hann er 46 ára sko Já, ég meina, er það ekki hann er Nei, bara nei, fyrir ekki, hann er 42 ára 42 ára 46, það væri þetta rosalegt sko Já, Nei, mér finnst bara aftur þetta litið mjög vel út sérstaklega í þessum byggarleikjum sem að ég hef séð gott undirbúinistíðanbil eru með svona þetta know-how þú veist, bara virkilega gott lið og svo komin með fremsta mann sem að mun skila 15 mörgum, Jókim Holtan gefur honum boltan já, hann er búið að ganga vel en Prísísson er alltaf Prísísson Hákangarnir auðvitað voru pínu kaldir af Prísísson Tolli verður áfram í liðinu fullt af liði sem buðu í hann hann verður áfram í Háká Hann verður áfram. Gammalt strákur, já Já. Nú, Ég held að Háká er ekki í baratunum því miður við sjáum, hérna ég mættur Já, ég sá það Já. Ríkala flottur hann er góður þessi Já. búið Þetta er flottum múnugur Já, og við erum auðvitað búin að við erum svona líkjast Alltíko Madrid við erum að færa okkur frá Sönderland og yfir í Alltíko Madrid við erum búin að taka blámann úr Elliðavatninu og setja það á Þetta er Búninginn. bláminn úr 11 vatninu já, og þetta er líka tribut til Háká sem hafa verið Íslandsmeistari í handbolta í bláu Já, og það hefur alltaf verið þessi tenging og náttúrulega við þetta nýja hverfi og það sem að kemur næst er að sjá svo íslenski hesturinn Já, það er svona kannski 2 ár þá mun hann leika stórt hlutverk í búningnum því að hann er auðvitað þarna upp frá Mekka hestins er þarna upp frá á Íslandi hann er reyndar í Árbænum já þeir reyndar að Já, við líka með 11 vatni sko, já. þetta verður alveg smá erfitt Ég held að skoði nú svona í dýftina í hestamennskunni að þá er nú yfirleitt svona þessi sterkustur hross hafa nú yfirleitt verið að koma úr Skagafirðinum einhver úr húnvetningar eiga líka sína Já, maður aldrei gleyma húnvetningunum meðan ég Þetta er á svaðastöðum maður hefur nú eftir ófóðunsunum þar inni Eru kjarnafæði með besta kjötið og það er lamb, svín eða naut, þú velur og þú nýtur lífsins með kjarnafæði nollensk gæðavara fyrir íslensk heimili. Nú allt saman gert fyrir sér íslenskar aðstæður. Sko, ég hlustaði á þig Hjálmar, þar sem að þú varst í þessu hlaðvarpi þínu sem að eru 90 mínútur með Hjálmari já. Þar hafðið þú ágjur á Völsungsliðinu Já, ég er miklar ágjur af þeim, ég skal við ekki Ég er miklar ágjur af þeim Akkur förum við ekki sumar á eitt leik með Völurunum Auðvitað þurfum líka að sjá Lalla í fjóruðdeildinni með skallagrím, við erum að fara út allt í sumar Já, þannig að það verður alveg Við hefum að fullta leikið minni En já, ég er ágjur af Völsung ég veit ég vonaði að Völurunum haldið sem maður Við vonum það allir Já, En þetta var náttúrulega skellur að missa þjálfarinn svona rétt fyrir mót Já, skellur, ég held reyndar að það hefur svona verið það besta í stöðunni eiginlega úr því sem komið var Það var sjokk Já, þetta var mikið sjokk sko það er ægir í fótbolta Þór í körfuboltanum voru ægismenn, voru þeir að verja sig fyrir því að ef að félagið færi á kúpuna Þórsfélagið að Já. þá væri þeir Safe það er að segja í þessu, náttúrulega þessu gullæði sem er í gangi í Í körfuboltanum körfuboltanum, já, það geti alveg verið þannig að þeir vilja hafa baðið kannski fyrir neðan sig þar í rekstri Já, Það við erum að grínast þetta er náttúrulega góða fræðin Það er ægir já. og Þór Ægir og Þór heldur betur svo er það gróttumenn sem að eru þriðju líklegustu til að falla Já. Það er þetta mjög ungt lið sem að Rúnar Páll stillir upp á nesinu og þannig að gróta falli þú getur þrefald á peningana þannig á Epic fyrir áhuga sama það ég held að
Það var líka áhvert að fylgjast með breiðholtsliðunum tveimur sem virðast ekki alltaf samanast þvert á fréttir sem voru í gangi í kannski fyrr á þessu ári. Þá verður líklega ekkert að sameiningu þessara liða. Nei. Það eru allavega orðið ólíklegt. Já, því miður, það hefur verið gaman. Þú ert með afturöldingu, Beint upp, já. hann er með Fylki beint upp. Svo- Ég sko, af því ég er faglegur, þá ætla ég að segja Njarðvík. Já. Ég held að þetta verði þessi þrjúlið. Já, þetta verða þessi þrjúleið Og það er þá valjú í þeim liðum með við sportsbækurnar að þá er valjú í þessum þremur liðum út af því að ákveð hafa enga trú og þrótti. Þróttararnir þeim er spáð upp. Sko, ég meina Þróttu verður að fara beint upp, þeir geti ekki farið í úrslitakeppnina. sko, þeir styrkja sig klárlega í Adam Átna en sko, þeir missa Kára Kristjánsson sem að var mikill drifkraftur í þessu þróttararliði fyrra. Venni frábær þjálfari og allt það en ég held að ég held að þeir lappa ekkert yfir þessa deild sko. En ætlum við að gera aftur það sama og í fyrra þegar ef að Fylkir og Þróttur mætast Hjálmar, ætlum við þá að setjast í miðjuna í hálfri treyju Fylkir hálfri. Varum til að gera það fyrir okkur? Já, ég geri það. Já. Ég geri það. Já. En ég er svona að það væri aðeins meiri helmingur Fylkir. 60%. 60-40. Já, ég ætla að segja frá einu að Þróttur ætlar að heiðra köttarana sem að byrjuðu þetta allt saman Cesara, Dóri Gylfa Cesara, Seris 4 ég er ennþá hugsa Cesara en þeir ætla að heiðra þessa pioneers í stemningu á Íslandi sem voru auðvitað köttararnir. Þeir byrjuðu svona í tjanti og gríni á Íslandi. Já, og Seris 4 leyndi að breyta kúltúrnum á sínum tíman í Þrótti og fekk auðvitað Atla Evaldsson með sér í það. Hver er betri til að breyta kúltúrnum en að fá ramþýskan Atla Evaldsson, þýsk-ísneskan Atla Evaldsson en já, það ábúinlega gekk ákveðlega því að Þróttur eru bara flott liðir núna og með hörku yngri loka. Heldur betur. Frábær yngri loka og góð stefna þar. Góð stefna. Búin að kynna sér stefnun áður og tjáur allt. Já, það er allt. Skemmtilegir sko. Ég held að Afturelding vinni í kvöld Under the Lights. Ég held að Maggi Ból Under the Lights á föstudegi. Ég held að það sé nú kannski það verður íunningum á við það held ég. Já, förum í enska boltan og förum svo að leika okkur í lok þáttar. Enski boltinn auðvitað með Volt Plus auðvitað fyrir ykkur öll þarna úti. Já, voru nóg að gera á Volt að undanförnu að heimsækja mig. Drengir, það er þessi stórleikur Arsenal og Newcastle. Arsenal auðvitað tapað 2 leikjum núna í röð í ensku deildinni. Getum við séð það breytast helgina, Hjálmar? Sko, ég held að Newcastle liðið því miður, það er eitthvað mikið að þarna, sko, tapað þarna mútið Borma hvað síðustum fyrir 2-1 heima. Já, það er nú Arsenal gerðu það sama, þannig að ég veit, það er svo sem ekkert eitthvað dómur á það, en Newcastle liðið, ef við kíkjum á síðustu leiki á þeim, það hefur verið smá brekka hjá þeim, þannig að maður er svona vonað að rífi sig upp á móti Arsenal og maður getur hate-watcha þetta með bros og vör. Já. En það er búið að vera mjög erfitt hjá þeim undanfarið, mjög erfitt. Og þú verður þungt hjá báðum þessum liðum. Já, og Arsenal náttúrulega í algjöru rugli og það er örugglega vel stressandi að vera þar. Vel, Gunni. Já, Gunni, þú svo sem sagðir það í boltanum í Gunnar Birgis að þú hefðir áhyggjur ástandur þarna. Hvað heldur að gerist á laugardags eftirmiddag? Ég sé svo sem ekkert annað heldur en Arsenal sigur, bara eins og sagan segir okkur og maður sér að sportsbækurnar eru þar sammála. Arsenal er búin að síðustu 14 heimaleikir á móti Newcastle, þá er markatalan 36. Það er bara ekkert annað sem að ég sé þarna heldur en bara mjög þægilegur sigur. Ég held að og svo var maður að renna yfir, þú veist, ég náttúrulega mikið að skoða XG og XGA og expected points líka og það er náttúrulega Arsenal í algjörum sérflokki, ættu að vera með tölvöld meiri fórustu, eða þetta ættu að vera í fórustu í deildinni, þannig að og með 5 stig á City, þannig að ég held að það sé í raun og veru ekkert panik, ég held að þetta verði bara mjög þægilegu sigur á svona eins og Hjálmar nefnir, svona frekar lánlausu Newcastle-liði. Liðið hefðu þetta ekki að ná 12 stiga fórustu á dögunum og núna er liðið komið í annarsætið. Já, en verða væntanlega með 6 stiga fórustu næst þegar Manchester City stígur á kreik, þannig að þú ert bjartsýnn? Mjög bjartsýnn.
Við skoðum kannski aðeins fleiri leiki. Liverpool mæta Crystal Palace þar sem að við erum með þennan leika sjálfsögðu í Dockzone og fylgjast með þessu inn og út. Liðin á náttúrulega mæst nokkru sinnum á þessu tímabilið sem að ég held að Liverpool ekki bara ekki tekist að vinna á. En þeir eru algjöru favorites í þessum leik. Svo þetta fallbaráttan. Úlfar gegn Tottenham, Hjálmar. Ég meina, þið verða að fá Richarlison væntanlega heilan í þennan leik. Já, við verðum bara að fá alla heila í þennan leik. Já. Bergvall væntanlega byrjar, ég var nú vona því, hann frábæð þegar hann kom inn á núna, mútið Brighton. Sko, þetta bara verðum að vinna. Ef við vinnum þetta ekki, þá ég bara skítrættur við séum fallnir. Ég bara, þú veist, við bara verðum að vinna þennan leik. Þetta bara einn mikilvægasti leikur Tottenham í mörg ár. Sko, Wolfsson síðustu 3 heima á móti Tottenham. Já. Sko ég tek þetta svolítið á mig þetta hrun Tottenham því að eftir að við töpuðum hana í leiknum móti ykkur í Evrópudeildinni þá talaði ég við djöfulinn og sagði honum að senda Tottenham niður en ég bjóst ekki við hann með að þetta myndi senda ykkur allar niður í aðra deild. Nei. Og svona, já, baðst kannski eitthvað. Ég bað eitthvað, ég fekk aðeins svo mikið. En þetta ekki komið þanga núna? Þú veist, þó að nú myndi einhverju segja að Wolves eru fallnir og hafa einhver keppa Já. En þetta samt ekki komið þanga núna? Menn alveg tilbúinir að sjá Spurs-farna. Það sem ég ætlaði að segja, þetta hárrétt. Lið núna eru með sérstakt motivation að spila móti Tottenham. Alveg eins og lið núna eru með sérstakt motivation að spila móti Arsenal. Að eðilegja botla því dæmi og senda Tottenham niður. Ég held sér rosalega mikið svona þannig ég held að Wolves ekkert að fara að leggjast niður eitthvað eins og leik sko. Þeir eru ekki gert það í einu leik. Nei, West Ham reyndar 4-0 tap þarna, þú veist, það var svona eitt leikur en það var svona sama svona aðeins svona, en þeir hafa ekkert West Ham enginn eitthvað, West Ham má ekki falla en Tottenham, það vill enginn að Tottenham fara niður nema náttúrulega ykkur í gárangar og núti sem veist. En getur þú sagt mér, því nú erum við búin að til upp alls konar tölfræðina eins og með Wolves hafi unnið síðustu 3 heima á Tottenham annað síðasti sigurleikur kom 28. desember. Já, það er svakalegt sko. 28. desember. Af hverju eru þeir svona miklir heavy favorites á veðbókun? Bara, þú veist, eðlilegt Wolves fallið, þú veist, Tottenham verður að vinna, þetta er bara það. Það er bara og Tottenham reyndar voru góður mútið Brighton. Við verðum að gefa þeim það. Það voru góður mútið Brighton. Þetta var klúður. Já, þetta verður og svo sem þessi Dockzone hér var álega þetta verður rosa. Þetta verður svona magaverku fyrir þig. Já, maður verður með sprengitöflunar á sér. Já. Má eitthvað uppastra hverju fleiri verða þannig? Ég ætlaði með leynigest. Ok. Ég með leynigest. Það verður ég vil ekki segja að vera í stærri kantinn. Ok. Wow. Okay. Ég vil ekki að segja að vera bara aðeins í stærri kantinn. Ég tek það Dockzone með Tómasi Steindorsson í félaginu mínu. Við verðum í roadtripið þarna til Ólafsvíkur. Já, það verður Ólafsvíkin kallar. Já. Við ætlum að sjálfsögðu að skoða fleiri leiki með löðri. Löður og Dóttorfútból saman þrífi heiminn, hreinn bíl, hrein samviska. Hvernig þú gengur bílinn segir mikið til hvernig þú gengur þitt líf. Það eru áskriftar leiðir hjá þeim, ótakmarkaður þvottur frá aðeins 6.900 kalli á mánuði. Þú þarft að vera svona hálfpartinn, ekki segja vitlaus. Já, til að nýta þetta ekki. Já. Ég rúlaði þetta í gegn bara ef ég á 10 mínútur þá fer ég í gegn. Ég hitti Jón Trausta á dögunum fórstjóra og hann var að segja reynda við mig eitt, ég er að þrífa bílinn svo oft. Hann sagði, þú er að passa að þrífa hann ekki of oft. Því ég er að bóna, hann sagði það er hægt að ofbóna bíla. Í alvörunni? Já, því ég kannski bóna 3 í viku eða eitthvað. Hann kom til mér og sagði bara, nú verður þú bara að hætta. Já. Að því að það getur farið illa með lakkið. Já, því ég var að bóna það mikið. Og hann baði mig að gjöra svolítið hætta þess en þá fær ég bara í léttan þvott. Já, þú er ekkert pælt í að filma kíuna. Ég kótaði hann náttúrulega. Þú kótaði hann? Já. Hann kótaði ekki. Svo sem fór Hjörvar fyrstur í það. Kótaði hann náttúrulega. Já, það er auðvitað, eins og ég segi, það er best að Everton auðvitað berjast þetta meistaradeildarsæti sem verður í boði, það er að segja ef Aston Villa lendur í 5. sæti og ef þeir vinna Evrópudeildina, það eru mörg ef í þessu öllu saman, en þeir eru algjöru favorites fyrir Evrópudeildina. Ef við kíkjum á aðra leiki, þá eru auðvitað Fulham Aston Villa í toppmálum að komast í meistaradeildina. Nú, Marko Silva auðvitað að fara að kveðja
við svo sem vitum ekkert hver tekur við Chelsea. Við förum kannski aðeins betur í það á eftir Fulham Aston Villa, það er rosalega jafn leikur. Já, svakalega. Og enginn veit hvernig þetta fer allt saman. Maður við fá að sjá bara yfirlitsmyndi yfir leikina sem eru alla. Það er ekki svo bara mánudagurinn. Þannig að það leikur í kvöld, Sunderland Nottingham Forest. Svo Sunderland Nottingham Forest í kvöld og svo United Brentford á mánudaginn. Regid Lebrí sagður bara að förum frá Sunderland því að nefnum hún tryggist að tryggja Evrópufótbolta. Pæli í bílun sem er í gangi þarna. Já, það er náttúrulega ótrúlegt. Rugglað sko. Voru ekki eitthvað að draga þetta tilbaka? Jó, reynda að tróða eitthvað aðeins tilbaka en bara það er að hafa sagt þetta einhver staðar. Það er bara nóg til að reyta mig allavega til reyði. Já. Það er að vera frábæra. Hann á betra skilið. Ég held að Sunderland vinni í kvöldstrókar. Já. Svo það séu á hennu. Ef að Nottingham Forest vinnur þá eru þeir allavega svona fjarlægast botnin endanlega. Elliot Anderson verður leikmaður Manchester City á næsta tímabili. City? Já. Já. Ég ætla að slá því föstu. Ég geti farið hér í þáttinn 24. apríl og sagt herri Hjörvar, þú sagðir það 24. apríl. Elliot Anderson verður 100% leikmaður Manchester City á næsta tímabili. Mega sens. Já. Mega Það þýðir bara að Rodri er að fara til Real Madrid. Rodri, Bernardo Silva, já. Elliot Anderson, ég ætla að segja þessi nánast dönn. Já. Hvað er þetta? 120? Ekki svo mikið. Nei. Nei, ég held að er ekki að loka 120 milljónir næsta ári er loka Ára á dílnum, já, ok. held ég. Ég meina, Vitleysu. Ísak fór á 100. Við slum halda okkar striki, strókar, með orkunni, sem bleika bensinni. Þegar þú heldur þínu striki, farið síðan fría áfyllingu, þið þekkið þetta hjá bleika bensinu, orkan, dælum og njótum lífsins. 125. Hvernig finnst þér þetta nýja slag hjá orkunni? Dælum og njótum lífsins. Mér finnst það var Robert. Segir tvent sem að þarf. Já. Það minnst það bara, fyrst var ég ekki að ná þess alveg. Bara dælum og njótum lífsins. En svo fórstu auksa, þú varst að dæla. Já. Ég ætla að njóta. Ég var bara, þetta er svolítið núvitund. Já. Af því að sömur setja þetta í lásin eins og bensinniðin gera. Nei. Ég dæli. Já. Og vil heyra bensinni fara í gegn. En stundur læs ég og leið og lásin gefur sig, þá er ég ekki að pumpa eitthvað meira. Ég tristi pumpinu alltaf. Já, ok. Já, þú tekur ekki og pumpar tvisvar í viðbót. Nei. Þú tristir bara dælunni. Tristi bara dælunni. Annars ertu kannski að fylla of mikið. Já, ég vil ekki ofhlaða bensin. En ég varð að nota þetta í gamla daga, sko, þegar maður var bensintittur, þá varð ég að vera með að setja pinnan í. Já, þú varst að vinna marga 4 bíla kannski einu. Hvar varstu? Hvað stöðu varstu aftur á? Ábæ. Já. Á hljómaður á milli. Já, áður en hann fóði í Mosó 14 ára gamall. 15. Já, 15 fyrir ekki. Nú, hvað er meiri í þessu, það er að sjálfsögða byggarkefnin og það er Manchester City Southampton, það er ekki bara gefins. Jú. Sá reyndar Southampton, lemja Arsenal-menn á Beran Bossan. Beran Bossan. Fyrir þessum mánuði. En það er eitthvað sem segir mér að þeir eru í lítinn síðan skeggs Manchester City. Svo á sundaginn er það reyndar stórleikurinn á sundaginn. Það er þetta Chelsea á móti Leeds. Já, þetta er bara einhver 50-50 leikur. Þetta er bara algjör 50-50 leikur. Fyrir eitthvað sem að ég held að stemmingin hjá Leeds muni vinna þetta. Þeir sem hafa gamla sögunni, fariði á YouTube og skrifiði Leeds Chelsea FA Cup Final, svona 1970 eitthvað, þegar að fótbolti snýrist nánast eingöngum ofbeldi. Það er ótrúlega gaman að sjá. Ég held að bara í rólega heitunum gætu við talið upp svona 13 rauðspjaldi. Ég meina, þetta er 1970, þetta er bara ofbeldi í svona leik er alvöru. Sko, þú þarft ekki að fara lengra aftur tilbaka heldur en bara 2010 fyrir sko ofbeldi. Úrslitaleikur háðan 2010, ég var að horfa á hann aftur. Þetta er sko, þetta er gelbin. Var það ekki bara þetta eina? Nei, hjá De Jong. Nei. Sergio Ramos var hann bara skriðtæklandi menn í hnéhæð bara hann þegar það var kortebúðaleiknum sko. Ok. Já, ég man ekki, það er allavega ég datt inn á hann að leika á YouTube en daginn, nánast í fullri lengd sko. Já. Herri, ég var að fara í vinnera og lúsera aðlegum bara dómurins að vera með þó við sem að fara í vinnera og lúsera dóttarfútból með 66 vandamál en útvistarfötur svo sannlega ekki eitt af því. Þetta fyrstu vinnirarnir hjá 66 HK stelpunnar í Blakinu sem eru Íslands bikarmeistarar. Svona ef þú skoða bara liðin í sögunni, Gunni bara eldsnögt, hvað setur þetta hvernig HK? Bara besta í sögunni? Nei, þetta er top 3, top 5, eitthvað svoleiðis. Við erum náttúrulega með,
núna nýverið, Káa með Þrótt Nes í kringum aldamótin frábærtlið, Þróttur Reykjavík síðan stuttu þar á eftir og aftur 2014 Þróttur Reykjavík þær voru með svakal Ætlar að segja svona gott lið? Já, Hákáliði núna? Hákáliði var betra lið en það er sér bara en þetta er þetta er ekki þetta kraftablag sem ég veit að þú hrifin af en þetta er fagurfræðin í fyrir miklu léttara blag en við erum vön og þetta er tímabil sem að verður lengi í minnum haft upp í Dyrnesi svona, maður hefur ekki séð svona margar laumur í mörg ár þegar núna snýst allt að smassöllu hafa verið að lauma í hopnin elska það plan Mattildur í spilinu stundum að spilunum yfir í öðru sko. Það eru fleiri vinnirar í þessari viku svona ég ætla að fá að velja allir þeir sem voru á listanum yfir seiðandi sumar gallar á lausu sammála því það þekkti nokkuð marga þetta já en manni fannst kannski vanta stærstanamnið kannski sem er hver? Anton Ari manni fannst vanta kannski mynda af honum og kjálkunum hans sammála því það er góða punktur við förum svo sem yfir eins og ekta samt Anton að vera ekkit að vera ekki þeir vita síðan á lausu sem vita ég sé á lausu ég þarf ekki til blaða eins og Andri náttúrulega setti sjálfa sig þannig hringdi og let vita og Mikki Harðar sömuleiðis Mikki Harðar náttúrulega gerir þetta alltaf hringdu báðir hann inn en Anton hefur greinilega ekki hann hefur ekki átt upp á pallbárið þarna sko. Já, það er ímislegt í þessu ótrúlegt að Mikael Harðarsson sé á lausu þetta halda að væri eitthvað stríðsástand að reyna að læsa þetta er svo mikið bara his own choice reyndar single by choice ekki eins og þegar þú var single þá bara búið að henda þú varst að leita ég var aldrei by choice hann er 28 ára Mikael Harðar, pældi Skari Bóku er hann ekki? Skari Bóku, jú og Skari Bóku sko þetta geti alveg verið umdeilt en ég ætla að fá að velja Auðun Blöndal ég held að vera sammála því það er ansi skemmtileg stemning að myndast þarna á Fossinum ég fór á miðvikudaginn og tók mitt búlistráka með mér eða annað þeirra, hinn var veikur heima hann er alltaf veikur og geggjaði staður sátum í VIP-herbygginu, horfðum á leikina hann drakk því ég var búin að setja limit á Birki að því hann drekkur þetta ótæpilega við höfum reynslað því þá þess að hann sagði þú varst með limit á hann sagði nei var það ekki ég setti bara svona band á hann eins og oft í þessum baðlúnum hann fekk bara max 3 drykki þetta var eins og í gær bara andinn hérna í Fossvoginum er að verða eitthvað algjört kjaft eins og eftir Víkingsleikir í gær þetta er að verða eitthvað hverfastefning sem við höfum ekki áður heldur séð í þessu öllu saman og maturinn frábær hjá honum þyrfti eitt svona stað upp í Mosó í Álafossskosuna, ég held að ef að Framsóknarflokkurinn fær að leiða bæinn áfram Sævar Birgisson þá held ég að þetta muni fljúa þarna inn það er gott að pólitíkin er að vera að redda þessu já, ég meina það er náttúrulega bara þetta það er ekki spurning bara líka vænt að velja Al-Nassr vinnara, þeir eru komnir í Champions League Final Champions League 2 í Asíu ég ætla fá að kasta líka inn hvað gerist í NBA-strókar? Hvað er My Philadelphia 76 að gera? Það er 1-1 jöfnum einvið og eigum leik núna á heimavelli Hjörvar að þetta sjá sundaginn móti mínu gömlu fyrir þetta er erfitt leika sér yfir 2-0 Doncic er að spila vel nei, hann er ekki að spila, hann er middur LeBron James er bara að bera þetta uppi 2-0 62 ára gamall sko, hversu gamlir þessu NBA-gæðir? Hann, Steph Curry Kevin Durant hvað er sér langt ég við sjáum 50 plus leikmann spila? Það styttist í það ef einhver þá verður að LeBron en ég held að reyndar að þetta við hverju er að spila? ég held mögulega að þeir eru að spila Houston Rockets sem er frábært lið og heldur betur mjög öflugt lið Hakim náttúrulega ekki lengur það verður leik Hakim og Já Mingur báði farnir Steve Francis líka en mun eftir Otis Thorpe hvernig mannst þú eftir Otis Thorpe? það kom alltaf svona retro lið í NBA-leikin í Kanada og það var mjög mikið af svona, þá þekkti maður þessi hvað hétt hingæðin í Twin Towers í Houston Rockets? Hakim og heitir ekki Ralph Samson hinn stóri gæði en þeir hættur að kalla sér Twin Towers vildu eftir 2001 vel gert svona að virðingu
og verðingin, hún skiptir alltaf máli, við snúum fara í Sko, má ég velja fleiri? Já, Ég ætla að velja lús Já. Mike Vrabel þjálfari New England Patriots hann ég hef ekki að segja að það standi að honum öll spjót þessi dagana, hann búin að vera eitthvað aðeins að hitta stelpu sem hann giftur og á börn, eitthvað aðeins búin að vera að hitta Diana Rossini sem fjölmiðlakona og það svona New England franchise, það reyður á barmi fals. Skelfur, það Já, þetta ekstra viðkvæmt af því að sko, þeir eru svo svakalega kristnir sérstaklega quarterbackinn hans og aðal vætri síðurinnars. Þeir taka ekki svona í mál. Hann hélt fund með leikmönnum í síðustu viku þar sem hann var aðeins að fara yfir þetta og nú að byrtast myndir af þeim sem að virðast hafa verið teknar af einhverjum sko engaspæjar eða eitthvað svoleiðis sem eru frá 6 árum síðan. Þannig að þetta virðist hafa verið í gangi í smá tíma. Já, þetta Bill Belichick var gráður líka. Já. Það eitthvað þarna á og þessu svæði. Hann með einhverju sem 30 árum yngri held ég. Já. Allar það er örugglega meira. Já, það Hann að lifa góða lífinu. Já. Ef ekki að fara í neyða já með Einar á. Já. Allt sem þig vantar, Einar á. Já. Dalvegurinn, Einar á. Einar á þetta allt saman. Dúkar. Herri, hvað kom fyrir þig, ganskan? Ég veit það ekki. Þetta rosalegt. Já. Varstu að taka ykkur á þríhöða? Nei, ég bara veit ekki. Ég hugsa Þetta heimaformið þetta gæti verið eitthvað, ég var á hjólinu sko, ég slitið eitthvað sko. Getur ekki svakalegt, æft 12 sinnum í viku, sko. Nei, ég líka þarf að Þetta bara álags, þetta pottið eitthvað álagskjæft. Það bara álastengt. Jöfull. góða myndir okkur. Ef Tottenham bergar sem frá, byrjum þetta Hörður Ágústsson spyr ef Tottenham bergar sem frá falli og Arsenal klúður á öllum titlum, var tímabilið þá betra frá sjónarhóli Tottenham leysins? Ég hugsa sveimið þá, það bara verið, já, ég held að segja það, já. Ólafur Ólafsson spyr, ekki óþarfi hjá Albert Inga og fleirum að tala alltaf að Þór sé frá Akureyri? Nei, það ekki óþarfi, það mörg Þórslið. Sama með Víkinga, við þurfum að taka það fram að þessu frá Reykjavík. Reykjavík og Víkingar, og að kalla það hér eftir. Reykjavík og Víkingar. Ég nú að fara að skemmta hjá Ólafsvíkur Víkingum og þeir vilja nú meina þeir í Víkingsnafnið. Og sannir. Nú verður Elías Már beðin afsökunar þar sem menn voru ekki kunnugir leiknum hans. Já, ég held að menn verði nú bara að gera það. Já, alltaf betur. Og beðin afsökunar. Sá búin að fara hamförum í byrjun tímabilsins. Skoraði líka í þessu öllu saman. Diðrik Rúnar spyr hvort að ég myndi taka þátt í fleiri földum vindaurum hjá blöðurunum sjálfum. Það var alveg gaman. Það 12.3.2011, hann í 30. Það njóta lífsins. Í kvartbuxum. Út í kvartbuxum? Já, þarna í kvartbuxum að ég mætti í sporthúsi og hirtar af agli. Það var eini maður sem var í þessu. Það var í kvartbuxum, var það aldrei. Láttu mig að hafa þessar kvartbuxur. Hann ennþá í þessu held ég sko. En sjáum við hvað sagan skemmtilega fyrir aftan, það eru 2 skvasssalir. Þetta var skvassmálið eins og padel í dag. Held í því maður. En fljótt að breytast. Já, talandur Gilsan. Hann hefði nú mátt fá sjátt í vinner. Já. Já. Hann alltaf flottur. Heldur betur. Getur Markus Páll slegið markamyndi spyr Árni Flóvent? Hann lítur svakalega vel út. Já. Ég ætla hins vegar að segja nei, af því að það hefur reynst mönnum á við það. Garðar Geir spyr ef hjá mætti fá ráða að tryggja sigur Fylkis í lengjunni eða bjarga Tottenham frá falli. Því miður. Það verður bara að vera. Var Arnarsveikin reikin úr Dóttar fútból eins og þegar að Tjörfa var reikin úr Blöð og sinni tíma? Nei, hann að koma tilbaka, hann búin að vera í smá ferðalagi kallinn, hann fór og hann að byrja að taka með nýju starfi og gerði eitt á punkt, fór smá ferðalag og svo hann koma fersku tilbaka og þá mætir hann með sínu faglegu nálgun hér hjá Dóttar fútból. Spenntur. Var Gabriel ekki að biðla til Holland að vera duglegur að nota klefan? Það brungu klefan eða ég veit ekki hvað hann hefur verið að biðla. Nei, því hvað þetta Var það faglegt hjá Gumma Ben að spá Chelsea í titlinum? Það náttúrulega hlegið þess út allt núna. Eftir á, nei, þetta var fáránlegt, en það hló ég í þættinu. Jó, það er fræktir og ég fekk auðvitað alls konar skítasendingar eftir það. Þannig ég verðist að vita eitthvað hvað ég var að tala. Eru fleiri að dretta á Pringles-kúrinn hans hjama? Ertu einn? Já, nei, það eru nokkur. Ég verið að spyrja hvort að ég hef verið á palli. Já, býtum við, var Gunnar ekkert á palli og andra samtalegjum. Ég ekki niður þetta nema svona kannski 14 sinum eða eitthvað. Í hvað, Svíið þá eða? Nei, skíðagöngu. Hvað keppt í göngu og andra samtalegjum? Nei, ég var ekki svona vanverið. Nei, ég vissi ekki. Ég vissi það ekki. Ég held þetta væri alltaf. Já, ég held alltaf þetta væri. Ég var aldrei sér krakka ganga. Ég held þetta væri bara eitthvað eldra fólk í einhverju krísu sem fari í skíðagöngu.
Nei, Ok. nei, það er bara mjög fjölmætt. Ég held að séu 1200 krakkar skráðir eða eitthvað andri svona í ár. Frábært. Og mikið í göngunni. Já, gangan á uppleið, það er engin spurning. Viktor Einar Djókeris verri sendir en Alexander Lakoff-Threat Lakoff-Threat Hvor er betri? Hvor takk í Prime? Laka boom Nei, ég tæki Gjókeris. Já. Ég er gaman á svona. Er Hjörður þá í einhverju bandi við Mikael Kirchner? Nei, en frábært að Viðar Logi spurði með þessu. Þetta eru auðvitað bæjarstjórinn í Ölsen. Ég á eftir að senda honum drónamyndina sem að Bullis tóku af Ölsen þorpinu. Ég ætlaði að gefa honum þetta. Birkir í Bullis ætlaði að gefa honum þetta. Og Runnið á honum. það er svo sem við þurfum að ná honum einhverju góðri helgi. Það er ekki setjast yfir þetta. Nú verðum við það heppin að fá sjá Claudio Ranieri þjálfa Róma eftir hann aftur. Það gaman. Það geta alveg gerst. Voru meistök hjá Jónis Kristni að fara í Víking neða Já. Ágúst Ásbjörnsson spyr sem er vinnudóttor fútból vinna Káringa deildina neða já. Pass. Ég segja já. Hvað er uppáhalds fiskurinn að Hjörvars að gera að? Það sé nú ekki bara ísan. Og en þetta var ekki nei eða já, verður línan yfir 6,5 mörk í næsta leikki á KR? Nei, það verður ekki línan en það gæti nú alveg verið að maður skoði það. Við Teddy. Er meira starfsöryggi hjá Liverpool en hjá Íslenska ríkinu Theodor Ingi Ólafsson með föss skot á stjórnendur Liverpool sem ætla að halda Arne Slott í vinnu? Þú veist, hann er búin að fá einhverju 7 áminningar Jú. en Heldur alltaf starfinu. heldur alltaf gigginu. Það er rosaði, þú kemst í eitthvað ráðuneyti á Íslandi. Þú getur verið þar út ævina. Easily. Við það. Það er bara svona áminningar. Má ég sjá munum Tottenham fara beint upp aftur. Já, vonandi ekki niður, en já, við erum beint fattur. Er hvítvinskonan Nei. á OnlyFans? Nei, en það má alveg skoða það. Má skoða það. En ég get sagt ykkur eitt að gerfugrindin, hún er að skemma margt og hún er vist að skemma, ég var lasfrétt að það leikur alltaf OnlyFans núna. Nú. Það er bara þessir meistarar, er bara búin að finna ykkur leið og það er fólk að tapa stórpenningum á þessu. Aha, og eðilega það núna. Já. Vá. Eða það er allan orðið auðvelt að verða sér út þetta. Þú þarft ekki lengur að fara á Exi og gera OnlyFans líkt. Þú getur gert það sjálfur núna í þöksi gerfugrindinni. Þetta verður á nýja gerfugrindanámskeiðinu mínu. Þetta er eitt af svona löstur gerfugrindarinnar. Það geta hakkað þetta. Já. Þannig að fólk getur áttu ofan þessu á. Já. Með áskrift. Hvað myndir þú gera á OnlyFans, Gunni, ef þú værið þar inni? Ég væri ekki kannski bara með fælega greiningu. Ég meina, fólk til að borga fyrir það. Til að borga verið fælega greiningu. Táslu, var það kannski í táslánum? Smá tær. Nei, ég væri ekkert inn í svo leiðis. Nei. Ég er enda mjög góð á tær. Svona kannski. En þú getur líka svona tikka eitthvað svona bánsabox. Já. Easy. Svona bánsadeildin. Já. Þú veist bara pæling eða þú kannski vilt ná þér kannski $200 á mánuði eða eitthvað slíkt. Hjálmar, þú ert líka með svona bánsadeildin. Já, við erum báðið með þetta lúk. Já. Og ég er að reyna að koma mér í bánsadeildin. Já. Í Dirty Bulkinu. Dirty Bulk. Það er bara svo leiðis. Við ætlum að enda þetta allt saman á El Grandi og ég ætla að fá búlismenn til að vera á tánum með mér. Já. Í svakalega El Grandi. Stór dagur í dag. Það eru 2 uppáhaldsdeildirnar mínar einhvern veginn að byrja. Það er bestadeild kvenna og veðmáladeildin. Já. Íslands og bikarmeistarar Breiðabliks að mæta og það er vinna deildin aftur en það ekki klart. Jú, það er vinna það. Það er 100%. Segið þið mér. Já, 100% er vinna þetta. Við ætlum að fara í El Grandi og hvar er hann er hér. Já, það er engin El Grandi án tónlistarinnar. Það er ekkert gott kvöld án víns frá Vestmann Von. Það er alltaf lagi að mæla með nýja rósavínu frá Róberti Vestmann og félögum í Maison frá Maison héraðinu. Það er búið að hlaðinn velunum. Ok. Það er búið hlaðinn velunum. Já. Þá hlýtur að vera gott. Já, það er mjög gott. Það er nú kannski einhver drykkur sem að Gunni geti fílað. Rósavín? Já. Létt, þægilegt, sumarlegt. Margir sem byrjaði á rósavínu þegar byrjaði að drekka. Já, rosalega gott að byrja á rósavínu. Það er ekki allir sem bara byrja bara viski. Nei. Byrja á léttu rósavíni. Svo er aðrir sem byrja bara á viskinu. Jú. Það eru nokkrir
sem auðvitað, þannig að ég þekki marga sem er búin að vera fullir í mörg ár sem get ekki einu sem drukkið viski, svo eru bara aðrir sem Byrjuðu þar já, byrja á öfum enda sögðu einhverjir en það er önnur ella. Herri, við skulum kíkja á lið sem hafa unnið þýsku búndeslíkuna. Við fengum meistara á síðustu helgi þar sem var komið ljósa að Bayern vinna deildin í ár. Má ég byrja? Já, ég ætlum kannski að lifa aldursforsetanum að ráða. Ég vil segja Bayern. Þetta er eitt af svona 4 sko, Dortmund. Já. Förum í Leverkusen. Bayern, Leverkusen, já. Leverkusen. Ég ætla að hafa þetta ekki einu sem bara búndeslíkuna, en líka bara þýsku deildina, því að búndeslíkuna til setna. Stuttgart, já. Já, það er vel gert. Við ætlum að fara í Hamburger Sportrein. HSV, já. HSV. Hertha Berlín. Hertha Berlín, þetta er frábært svar hjá þér, því að Hertha Berlín hafa aldrei unnið búndeslíkuna, en þeir hafa unnið þýsku deildina 1930 og 31. Bara þegar þeir voru í præminu. Þá ætla ég að taka Köln. Hann segir Kölnararnir góðu hafi unnið þetta og það bara er 100%, en ég ætla bara svona að staðfesta þetta allt saman. Staðfesta þetta í róleitunum. Jú. Er það ekki? Jú. Það er komið staðfesting. Þessi eða strákanir. Vítu, hvað segir Hjörvar? Getur það verið? Að Köln hafi ekki unnið? Ég hef nú ekki farið strax í Köln, en ég hef... Nei, ég var nú með nokkuð nöfn á undan. Þetta er ótrúlega. Strákar, við erum... Cologne. Já. Já. Þeir hafa þrisvarsinnum unnið þetta og síðast árið 1978. Það verður ekki langt síðan, sko. Já. Þetta hefði líka verið mjög skrítið. Já. Ég ætla að segja Schalke. Já, Schalke er hárétt. Ég ætla að segja Schalke. Werder Bremen. Ég man nú eftir því þegar þið tókuna. Að Wolfsburgarnir hljóta nú að hafa tekið inn. Staðfestum allt. Var Schalke staðfestað ekki? Schalke var staðfest. Já, Wolfsburgarnir hafa alltaf tekið. Wolfsburg. Nei, hann sagði Wolfsburg. Ég sagði Werder Bremen. En var búið að Werder Bremen er rétt. Já. En Wolfsburg? Hann var að koma Wolfsburg. Já, 2009. Já, auðvitað. Vá. Þá fer ég í... Grafíti titill. Sko, Düsseldorf. Já, Fortuna Düsseldorf. Jú, alveg loða eitthvað því. Þeir voru alveg lið hérna. Það er rétt 1933. Ói barasta. Hvernig pappiðin er hvað, 30 og... Ég meit. Það er 38 mútil. Ég meit. Gunnar, hvað ertu með þjókur? Hvað segir Gunnar? Býta aðeins. Á 5. Já. Hansa Rostock. Rostock er... Ég held aldrei. Ekki sjens. Nei, Hansa Rostock, en þeir eru náttúrulega unnu austur-þýsku deildina. Þeir eru unnu austur-þýsku deildina. Við ætlum auðvitað, þannig að... Já, Unified Bundesliga. Þeir eru unnu austur-þýsku deildina. Já. Býtu... En... Er það ekki... Nei, við erum ekki. Þá er ekki þetta sagt svona 7 lið frá Leipzig og eitthvað svona. En ég ætla að segja eitt í viðbót. Kaiserslautern að sjálfsög. Augsburgarnir hafa unnið þetta. Ég geta haldið áfram endalaust. Augsburg er... Þú hefur ekkert geta... Nefndu eitt í viðbót. Eitt í viðbót. Ég skal fara þá í... Eitt í viðbót. Nei, einmitt. Byttu. Mönchengladbach. Gladbachararnir. Já, Mönchengladbach. Já, hlýtur að rétt allar mistur einu svona titlinum þegar ég fylgti Mönchengladbach. Ég held það. Já. Ég hef ekki það. Þú ert algjör heili í þýska boltana, sko. Það er svolítið skemmtilegt að segja frá því að meistarar á 1941 voru ekki frá Þýskalandi. Það voru töframennir frá Austurríki. Rapid Wien og einhver aleflugasti hópur sem komið saman, en þarna var það þannig að þáverandi Þýskalandskanslari
tók yfir Austuríki Já, og sagði bara bjóð til svona Þið verið bara með. dýnamík Ha, og allir já, já, þið verið með. og hann fór bara strax í inngildinguna Þáverandi Þýskalandskanslar Já. Hvernig var það? þá var hann er Adolf Hitler Adolf Hitler, já. já, hann var Þýskalandskanslar á þessum tíma og var í tölur stríðsrekstri Já, kunni við þannig að hann er oft sagt sko þegar maður tekur 2 bankar þá er maður að kalla Adolf Hitler út Já, þetta er mér Ég hef ekki þetta Þetta er mér það er þess vegna, en ég hef ekki aldrei tekið 2 bankar Nei, þekki þetta ekki ég slæ alltaf sandinn fyrst Já, áður en fyrir boltan og Já. fæ hann síðan þarna inn en já, við þurfum að hleypa þjóðmálum að hér í Leiftrandi þjóðfélagsumræða já, og náttúrulega sveitastjórnarkosningar styttist í þær og við Já, erum spenntir svakalega maður spenntur fyrir þeim hvað gera píratarnir á Seltjarnarnesi einmitt. velta maður fyrir sér Einmitt. og snáðir mann inn í, verður engin inn í maður veit Göngum við ekki. áfram í draumalandi framsóknar í Mosfellsbæ Þetta eru þessar stóru spurningar Það er Ég vona það já, Ég vona. þetta verður og svo Hjálmarinn í Reykjavík Hvernig eru þessar kostningar? 14. mæ Ja, 16. mæ 16. mæ Sama kvöld og Eurovision Já Sama kvöld Ætlum við ekki að fara á Eurovision saman? Jú, það mun ég við gera ætlum að hitta líka Það er fyrir enga- Eurovision með þættinum Epic alla leið þar sem að við förum Já. og kíkjum Yes! á þetta Í alvörunni? já, og það var að þættir Ok, þá getur framleittir af Bullis Media, þeir eru veit ég að vinna í stúdíum og vinna í fólki þeir eru þurfa fyrst að Þá getur hjálpa aðeins þjóðmálum, Ég veit að Svo þeir- Já, þeir eru að hjálpa þjóðum græja það fyrst en Ég veit svo fara að þeir í það. það eru margir krakkar sem að fagna þessu gríðarlega Já, þetta er bara þáttur sem að ég ætla að það þórir enginn að ringi Friðrik Ómar og spyrja hvort hann vil vera með, þannig að ég mun ringja Já, hann er pottitt klár Það er sterkt. en þá erum við að redda Það er bara ekstri gæ- frá Borgarnesi Já, já þið vitið það, hann býr í Já, Borgarnesi já, ekki? já, hann býr í Borgarnesi. Þið vissu það Jú, ekki? jú, með grunna Við vissið þú ekki að hann byggi í Borgarnesi? Ég vissi alltaf það Ég vissi alltaf Það er það. svipurinn þannig eins og vissir ekki að hann Friðrik byggi í eru mjög Borgarnesi góði vinnir sko En- En þetta er þvílít fagnaðarefni að Epic ætli að stíga upp og taka þessa uppbytun því að þetta hefur náttúrulega verið þetta er náttúrulega bara samin af fjölskyldunum fyrir fram að segja Alveg bara við ætlum að taka þetta alla Já, leið þess að alla. heitir þessi Já, þáttur alla alla leið leið. Hjálmar, hvaðan er Friðrik Dór upprunn? Nei, Friðrik Ómar sorry Friðrik Ómar, ég hef sagt Friðrik Dór Já, hvaðan er Friðrik Ómar Þetta veit hann ekki. upprunalega? hann er akkurri Nei, Hann er- byttu Dalvíkingur Nei, þú veist allt Já, hann er Dalvíkingurinn snjalli Þú veist allt, hvernig bara Ég er bara allt í raun dætt Ég bara myndi þessu bara akkurat, vá Þú veist allt Já, maður er sjóð heitur í dag Dóttur Útból, það ekki að vera í sig Það eru áhugaverið hlutir að gerast á Dalvík veit ég Það er þú veist, þeir eru að taka þetta góljúnið dæmi og alla leið sko. Það er engin Það er engin pressa það Jú, það er 5 ára plan Já, það er Hann er á öðru árinu að 5 Höndi, já, Þannig að hann er ennþá að finna liðið byggja upp lið Við förum ekki að pæla í úrslitum fyrir hvað, 2030 eða 31 Já, 31 fyrir að pæla í þessu Dóttur Útból, það ekki að vera í sig Við verðum aftur í næstu viku, verið sæl Nei, næstu viku, við verðum aftur á laugardagskvöldið Ég dætti einhvern át og pæling þannig á laugardagskvöldið, heyrjumst á, verið sæl